Já, þetta er komið hérna. Herri, við erum hérna í viku 9, þannig að við erum fyrir að styttast í annan endan hjá okkur. Við ætlum að byrja í dag að fara yfir sýnilausnarverkefni 3, aðeins að tala um TypeScript sérstaklega, en líka aðeins bara að skoða svona uppsetninguna á vefþjónustunni og halda síðan áfram með React í samhengi við verkefni 4. En hérna er komin sýnilaust sem er svona nokkuð yfirgripsmikil en gæti verið að það sé einhverjir, það eru einhverjir, það mætti alveg fara rauk fyrir eitthvað mætti betur fara og eitthvað mætti útfæra einhvern veginn öðruvísi en þetta er bara nógu gott fyrir okkar okkar verkefni sem er að geta notað hana fyrir verkefni 4 ef að þið viljið það, en ég ætla að fara aðeins yfir uppsetninguna hérna og eitt sem við vorum til dæmis að skoða í sensta tíma, eða þar sensta tíma var hérna með að setja upp hvernig við getum deployað þessu á einhverju öðru en render, til dæmis sem einhver voru að gera á Railway, að þá þarf að vera hægt að tilgreina portið og þá er yfirleitt einhver svona leið, hvort sem það er í gegnum þetta eða í gegnum eins og við vorum að gera í verkefni 2 eitthvað með svona einhverjum sérstökum environment klasa. Á endanum er þetta alltaf bara við þurfum að taka einhver gögn og við þurfum bara að vera vissum að það sé einhver ákveðnu formi áður en við notum það á einhverjum stað, þannig að gæti eitthvað brotnað. Og það er hérna, við erum að taka hérna og segja þetta sé einhver tala, en hvað getur til dæmis verið að hér? Ef við horfum bara þetta og erum búin aðeins að hugsa um þessa linsu sem við erum búin að horfa svolítið á þetta sem er þetta validation á inputi, ef við segjum að þetta sé nú kannski ekki beint frá notanda en þetta er samt að koma einhvers staðar utan að frá, að hvað er að þessu, og þá er þetta svona oft sem forritarar þá er maður svolítið svona, maður dettur í það hugsa, ok, þetta geti gerst og þetta geti gerst og þetta geti gerst og stundum er það hola sem að maður grefur svolítið dýpra og dýpra ofan í og missir yfirsýninni í verkefni sem maður er að leysa. En svo getur maður líka bara sagt, hei, ég er búinn að leysa þetta einu sinni og ég ætla núna að muna hvernig svona verkefni, hvað er shapeið á því, þannig ég geti alltaf bara, já, þetta er svona verkefni, þetta er svona validation verkefni og þá get ég bara, ég á einhver tól og ég beiti þeim og þá stoppa ég það að þurfa að fara eitthvað djúpt og að finna einhver edge case. Þetta er null coalescing operatorinn. Hann er þannig að ef að fyrri segðin er null eða undefined, að þá skilum við þessu. Þannig að ef við skoðum hérna, hórum yfir, þá sjáum við að þetta er string eða undefined. Og í hvaða tilfellum er þetta undefined? Já, ef það er ekki búið annarkvort, þetta er þessi env-færslur. Við kannski stoppum ekkert sérstaklega við þannig, svona en getur gert það hérna, að environmentið sem við keyrum forritið okkar í hefur aðgang að einhverjum environment breytum. Þegar kannski helst undir með að vera fikt í path. Við þurfum að bæta ykkur við path og path er bara environment breyta í stýrikerfinu ykkar. Port væri hérna environment breyta í stýrikerfinu og við erum í raun að fá það út úr prósessnum frá Node. Við erum að segja environment sem er bara user environment. Þetta er bara forritið okkar keyrir alltaf í einhverju umhverfi. Hvort sem það er á tölvu minni eða einhverju hýsingu. Og þessar environment breytur eru leiðir til þess að gefa mismunandi upplýsingar eftir í hvar er verið að keyra þær. Og þetta getur verið eins og við höfum séð, þetta getur verið einhverju svona gögn sem við viljum ekki hafa í kóðanum okkar, eins og lykilorðin fyrir gagnagrunninn okkar. Þetta getur verið portið, þetta getur verið eins og við höfum að skoða núna slóðin á vefþjónustuna, að þegar við viljum hafa eina vefþjónustu slóð og meðan við erum að vinna þetta locally, þá vil ég hugsanlega vera að keyra vefþjónustuna locally, en síðan þegar ég setja þetta í loftið, þá vil ég ekki vera að nota einhverja local útgáfu á localhost, þá vil ég bara vera með vefþjónustuna deployað einhvers staðar. Og við gerum þetta með því að senda svona env-skrár, þar sem við erum með eins og hérna er einhver env-skrá sem fer yfir og hún er með eitthvað ákveðið database url hér sem vísar á þetta, eða hérna þegar ég var að prófa að setja upp hérna neon, við gerum það, að þá get ég breytt þessu. Þannig að þannig er
leið fyrir mig til að hafa áhrif á forritið mitt sem ekki forritið mitt. Þetta eru bara breytur sem ég tek inn á umhverfinu. Þannig ég get tekið ákvarðanir og get sagt, þegar ég að keyra þetta í development, þá ætla ég að láta koma meira logging. Þegar ég að keyra þetta í production, þá ætla ég að láta koma minna logging, bara warnings og errors. Og þannig getum við án þess að þurfa að deploya forritinu okkar aftur og aftur og aftur. Bara eitthvað, nei, ég vil breyta þessu, ég þarf að checka það inn í source control. Nei, ég get sett bara eitthvað svona og ég get í hýsingarumhverfinu stýrt að einhverju leyti þá hvernig þetta hagar sér. En ef að þessi breyta ekki til í umhverfinu, þá hún undefined. Þannig ef hún ekki einhvern veginn send inn í environment skjalinu eða sett upp í hýsingarumhverfinu, þá myndum við segja þá ætlum við að vera með þetta fallback eða þetta default gildi sem 3000. Já, það út af því að þetta hérna strengur, þá segjum við að þetta hérna strengur og þá endum við á því að þá vitum við út af því að null coalescing operatorinn segir ef að fyrirparturinn undefined, þá notum við hitt og þá vitum við út af því að það strengur eða undefined að þá verður heildarsegðin alltaf strengur. Ef ég hins vegar með þetta svona, þá fáum við að annarkvort þetta strengur eða nákvæmlega talan 3000 og þá fáum við hérna kvarta yfir því að parseInt tekur inn streng, ekki streng eða töluna 3000. Þannig að þá þetta og þegar við notum TypeScript, þá lendir maður ofta í að þurfa einhvern veginn svona að fullnægja þörfum TypeScript. TypeScript vill að allt passi, sem bara eðlilegt, og TypeScript forritað og bara forrit, þannig að það allt absolutt, það allt bara annarkvort eða. Þannig að það eitthvað, já en sko, þetta ætti aldrei að gerast, en við erum búin að skilgreina þetta svona, þannig að þá gæti þetta gerst. TypeScript bara alltaf, ef þetta gæti gerst, þá ætla ég að segja að þetta gæti verið villa. Og það getur verið kostur við það nota TypeScript, en það getur líka verið erfitt að maður getur lent í svona eins og þau kannski séð, eru búin að vera eitthvað núna í TypeScript, að fengi bara ótrúlega langa svona útskýringu á því að típurnar okkar passi ekki. Og þá þetta oft bara, ok, hvað það sem ég vill og hvað það sem að TypeScript að túlka það sem ég að gera? Það mismatchið. Við þurfum að vita hvað eru típurnar og hvernig ætlum við að setja það hana. Ok, þannig að þá fáum við hérna streng og þá segjum við hérna parseInt tekur inn streng og breytir honum í tölu. En hvað getur klikkað? Þetta getur ekki tala. Og hvað fáum við þá sem port? Tala sem ekki tala. Þegar hér TypeScript búið að segja okkur að það verður number úr þessu sama hvað. Þetta verður ekki number eða null eða number eða undefined. Þetta verður bara tala. Hvernig skilar þetta ef það ekki til upplýsing? Já. Já, það bara í hérna, það reyndar, þú veist, ekki hérna sem svona ekkert svakalega gott sko, en það sem sagt nan, já, sem not a number, sem tala sem ekki tala. Nú var ég að uppfæra og þá kom Copilot í eitthvað nýtt hérna, configure code completions, disable, bara svo truflar ekki. Þannig að ef að þetta hérna, port væri þessi strengur, þá myndum við fá nan, þá myndum við reyna að senda nan áfram inn í þetta hérna og þetta hérna segir bara port á annarkvort number eða undefined, þannig að þá myndum við fá einhverja villu frá einhverju. En svo bara að segja, ok, við myndum alltaf sjá það þegar við reynum að starta forritinu eða það klikkar, þannig að hugsanlega þetta bara nógu gott í þessu hérna tilfelli. En þetta samt dæmi þetta að við erum að taka einhver gögn sem á einhverju formi og við erum að passa upp á þau séu á formi sem við þekkjum. Þetta búið að vera svolítið rauður þráður í gegnum verkefni sem við erum búin að gera. Þetta bara, yfirleitt þetta bara, við erum bara að búa til einhver forrit sem taka gögn, mappaði yfir eitthvað annað form og geymaði einhvers staðar og birtaði síðan svo fólk geti mappaði yfir eitthvað annað form, hvort sem það að ég mappaði bara annað form með því að lesa þið með augunum mínum sem er bara að nota vefinn og túlka þær í einhverjar hugsanir eða þá að þetta sé eitthvað
fer úr gagnagrunni yfir einhverja vefþjónustu, úr einhverja vefþjónustu yfir eitthvað React-forrit, úr einhverju React-forrit yfir í HTML sem síðan birt. Þetta allt bara að taka einhver gögn og færa það á milli. Það bara forritun, svona 80% af forritun að vinna verkefni. Þannig að það hérna og svo erum við að setja upp Hono. Svo erum við með einhvern logger hérna og hann kemur frá Hono logger. Þannig að hann loggar hvað að gerast, hvernig koma inn requestur. Svo erum við þetta pretty JSON sem að þá ef við skilum JSON þá það eitthvað aðeins meira nice, það verður indentað. Og síðan þetta sem við lentum í senasta tíma að við gátum ekki kallað í vefþjónustuna þegar hún var ekki með cross origin cross origin request eitthvað S eitthvað service en það eru þessir headerar sem segja að það má kalla í þessa þjónustu frá annarkvort nákvæmlega einu origini eða öllum originum. Við fórum aðeins yfir þetta í Web41 og þá held ég að nú bara nefnda í fyrirlestri og það kannski verið eitthvað talað með námsefninu. En muniði af hverju þetta eða vitið það? Þetta svo að ég get ekki búið til vef inn á ilska.is sem þið farið inn á og þið voruð að logga ykkur inn á Ísland.is eða bankan ykkar eða eitthvað, Uglu eða eitthvað og ég geti bara komið þar, þið eru client í client-server módulinu og ég segi, já, gerði hérna HTTP kall á banki.is /staðareikninga og þið voru búin að logga ykkur inn, þannig að þið sem clientin eru logguð inn og þá myndu þið fara og gera þessa, þið sem client gerir þessa fyrirspurn, ekki serverinn og ef að það má gera svona cross-origin af ilska.is yfir á banki.is þá geti ég lesið gögn sem ég ætti ekki að geta lesið af því ég sem á þann vef geti síðan tekið þau gögn og vist þau gagnagrunni og svo geti ég sendt phishing e-mail þar sem ég væri bara að senda á 10.000 manns og ef einn aðili opnar þetta að þá geti ég hugsanlega fengið einhverju upplýsingar eða jafnvel framkvæmt einhverja aðgerð sem ég ætti ekki að geta gert. Ef að þú varst logguð inn, þannig að þið loggið ykkur inn á Ugluna og svo komið inn kvöldið og daginn eftir og þið eru ennþá logguð inn út af því að það í raun sagt að innskráningarsessjónið ykkar á að lifa í ykkur tíma og stundum er þetta stytt bara rosalega mikið eins og á heimabanka að þú vilt ekki bara að ég loggaði mig inn og svo lokaði ég honum einhver annar opnað tabbina þegar ég fór á klósettið og gleymdi að lesa tölunum minni og þá get ég farið inn á bankaðinn. Þannig að þetta er alltaf svona convenience á móti öryggi. Langt login tímabil er bara þægilegt. Það er bara fólk loggaði inn og það er ekkert að spá í þessu. Stutt, kannski meira öryggi. En hvernig tengist þetta eitt eða allt? Það er ekki það sem sagði að það er hægt að velja svona einn eða... Já, þannig að þú getur sett sko annarkvort á allt, þá segir þau bara allow origin stjarna eða þú getur sagt allow origin banki.is. Þannig að þá getur þú til dæmis verið með nýr banki.is og banki.is og þeir með að tala saman. Þá er þetta, þannig að þá með þeir í raun búa til leyfi sín á milli. Sem er ekki að lág stjarna að vera með þetta handmál? Jú, það er með það, en það er í raun, þannig að það er opt-in hjá okkur sem eiganda þjónustunar að setja það inn. Þannig ég þarf að taka upplýsta ákvörðun sem oft á tíðum er ekkert upplýst að þegar fólk er bara eitthvað, ég er að reyna að smíða þetta og þetta virkar ekki, Google eða spyrja chat eitthvað og það er hérna, já, þú ert að setja korshetterina á stjarna, það er bara eitthvað cool, þetta virkar núna, ég er farin að gera eitthvað annað. En ef við vitum ekki hvað þetta er og af hverju þetta er þarna, þá gerum við það bara á þess að hugsa. Þannig að þetta er yfirleitt einhverjar ástæður fyrir þessu öllu saman. Og þetta tengir síðan inn í það sem að Jóhann talaði aðeins sem er svona cross-server request forgery og cross-site request forgery. Það sem við, það er í raun sama tegund af árásargerð. Ég er einhvern veginn að reyna að koma mér inn í og ég forgea, ég feika, ég bý til einhverja gerfi fyrirspurn sem framkvæmir eitthvað með leyfi, credentials, innskráningu þessum að victimsins eða fórnarlambsins sem ég er búinn að setja. Og þetta er oft gert í einhverjum svona phishing árásum, það sem er verið að reyna að ná bara stóri, bara senda ótrúlega mikið af fólki.
eða með svona spear phishing, þar sem að þú ert í raun að reyna að targeta einhvern ákveðin aðila eða ákveðin hóp, ég reyna að targeta starfsmenn í þessu fyrirtæki og þá get ég reynt að finna, ok, starfsmenn í þessu fyrirtæki, þá ætlum við að byrja svona eitthvað research, ég finn á LinkedIn, já, þau nota Microsoft, ok, og þau eru í svona business og þau nota þetta og þau svona finn ég einhverja leið til þess að aðlaga árásunum mín að þeim og svo er þetta alltaf svona, þetta er alltaf escalation, þú veist. Þetta hleypir mér inn í þetta, sem hleypir mér inn í þetta, sem hleypir mér inn í þetta og þá eru komin og get gert eitthvað. Þannig að þetta er bæði af þessu, validation og gögnum og cross-origin eða CORS-dótið. Þetta er bæði bara eitthvað svona, við þurfum að hafa þetta í huga. Þetta er þetta, alltaf að hafa í huga hvernig öryggi geti komið til í þessu. Ok, síðan er hérna, í Hono eins og í Express er það þannig að ef ég sendi í raun vitlaus gögn sem JSON, þannig ég segi hérna content type application JSON, ég er búinn að búa eitthvað til og ég ætla að senda það á API-in, en JSON-ið mitt er malformed, það er ekki rétt formað, að þá bara klikkar eitthvað, það kemur bara exception og exceptionið í raun fer hingað og fer í þetta on error og þá túlka ég það sem 500 villu, en af hverju er það vitlaust? Þetta er instant gögn, þannig að þetta er 400 villa. Klientinn sendi mér vitlaust JSON, þá sendi ég invalid JSON, lagaði það sem út á sendafélagi. En aðrar villur enda í 500 villu, það sem að ég er með eitthvað sem ég er ekki að meðhöndla. Og þá er þetta svona seinasta línan af vörnum. Þannig er bara eitthvað, ég set hérna í on error á appinu að bara ef ég kemst hingað þá gerist eitthvað sem ætti ekki að gerast. Ég logga það og svo skila ég villu sem er 500 villa. Ef ég er ekki með neitt hérna þá myndi þetta detta eitthvað svona last line of defense hjá Hono sem væri bara eitthvað 500 villa og hugsalega bara ekkert svar. Þannig allavega hef ég möguleika á því að gera eitthvað við svarið á hann ég sendið út. Síðan ráta ég bara öllu í gegnum eitthvað API. Þannig að hann reyni ég að skipta þessu upp þannig að þetta sé í raun, þetta hérna sé tiltölulega svona, þetta eru bara einhverjar 40 línur að kóða, tiltölulega einfalt að lesa þetta. Þannig að þá kemur þetta aftur, halda einhverju svona, þannig bara að vera að setja upp serverinn og stilla hann til og síðan fer ég að skoða hvað er ég að ráta og þá er einhver rátur hérna reyndar vantar að setja aðeins fleiri svona dæmi hvaða rátur er í boði. Svo segi ég bara hérna á rótina, þá skila ég bara þessu hérna sem ætti að gefa eitthvað svona tilfinningu fyrir hvaða rátur er í boði og svo erum við einhverja categories og svo erum við einhverja questions. Og þá fer þetta að vera svolítið keimlíkt því sem við vorum að gera í tíma en bara svona aðeins búið að fínpúsa þetta svolítið. Að hér er búið að aðskilja það hvað er að taka við gögnum frá notandanum, kalla síðan í einhverja þjónustu og skila gögnum tilbaka. Það er bara það sem við erum að gera hér. Við erum ekkert að vinna þannig sem er gögnin, við erum ekkert að móta formin, við erum ekkert að gera við gögnin. Það sem við erum að gera hérna er að ég útverði þetta þannig að ég talaði um það í tímanum að ef við varum með 1.000.000 categories eða 1.000.000 spurningar þá væri aldrei gott að senda þær bara allar í svari af því að það væri bara ótrúlega mikið að vinna á servernum, það er að vinna, setja allt í minni eða ætla að streyma þessu einhvern veginn og svo fer þetta yfir vírinn og eru kannski fleiri tugir megabæta af gögnum og svo kemur klientinn og hann kann ekkert að taka við þessu. Þannig að það er alltaf eðlilega að nota eitthvað svona paging. Þannig að skilgrunum bara þú færð eitthvað ákveðið mikið af gögnum í einu og svo biður bara næstu síðu og heldur þannig áfram. Og það eru nokkrar leiðir til þess að útfæra svona paging en oft er þetta bara þannig að ég segi ég vil fá ákveðið mikið limit og ég vil offset eitthvað. Þannig að þetta hérna væri þá default 10 og þetta væri default 0. Þetta bara, ég fæ bara frá 0, index 0 og fæ fyrstu 10 stökin. Svo fæ ég frá 11 og upp í 20 og eitthvað svona. En þá kemur aftur og þá ætla ég að fara hérna yfir í Postman og ég er sérst með í þessu hér, setti ég svona Postman Collection, þannig ég get farið hérna, ég get bara downloadað þessu hérna. Svo get ég farið inn í Postman og nú er bara búin að opna Postman, ég er ekki með lengur opið hérna í gegnum extensionið. Ég ætla að gera import, ég ætla að segja file,
Það var í downloads og þetta. Þá er þetta eitthvað Postman Collection og þá fæ ég hérna fyrir þetta fæ ég dæmi köll sem ég setti upp. Þannig þá get ég farið hérna í Categories og ég get sett dæmi kall og þá get ég sett, hérna er eitthvað base URL, það er í grunninn HTTP localhost port 8000 og ég ætla að prófa að kalla í þetta og þá kemur hérna ekkert af því ég starta ekki servernum en ég fer hérna og segi yarn-dev vorum við ennþá með npm run-dev takkilega rétt. Viltu að við skiljum svona Postman? Þið getið skilað því, þið getið skilað dæmum sem eru bara eitthvað svona curl dæmi eins og ég er með hérna. Hérna þú veist, bara sambarilegt. En bara þið getið líka skilað bara svo lengi sem ég skili í raun öllum endapunktunum sem þið útfærið. Og ef þið eru með eins og ég er með hana limit og offset eitthvað svona sem ég er endar ekki með hér, sem er ekki, þá get ég verið með eitthvað hérna, limit og offset eitthvað. Þú veist, af því ef þetta er hvergi skjalað, þá þarf ég að lesa source kóðan eitthvað til að vita að þið útfærið þetta svona eða hins einn. En það er bara þetta, þið vitið að þið eru búin að vera djúpt í þessu verkefni og þið eru búin að vera að útfæra þetta, en þau sem fara yfir það eða nota það, dæmentingmikilvægandi sem fara yfir það núna, þau vita ekki hvað þau eru búin að gangi í gegnum, hvað þetta er búið að vera erfitt. Þannig að þið þurfum að segja hérna, hei, og þetta er svona. Og ef þið séum búið til vefþjónustu fyrir einhvern í, þú veist, þegar þið eru farin á vinnumarkaðinn, að þá þurfum við líka einhvern veginn að skjala þetta. Og það er til svona staðall, svona semi-official staðall, hann er svona meira svona ad hoc staðall, sem ég skal aðeins tala um eftir, en ég ætla ekki að vera of distracted hérna í bili. Svona. Þannig að hvort heldur sem er, það er einhver leið fyrir mig til að vita þegar þið skilið inn í hópverkefninu hvernig þið eru búin að útfæra eitthvað. Ok, þannig núna ætla ég að prófa hérna að senda og ég fæ eitthvað hérna. Ég fæ 4 stök og þá sjáum við líka að út af því að ég ætla að skila upplýsingum það hvar við erum að þá set ég gögnin í eitthvað data hér í staðan fyrir að skila bara fylki. Þegar ég hef skilað bara fylki og hefði síðan eftir á ákveðið að bæta við þessu hérna paging þá hefði þurft að breyta úr því að skila fylki yfir að skila object. Þannig að oft það að skila object sem er með einhverjum key er svolítið svona opið fyrir breytingum inn í framtíðinni. Segjum svo þegar það er búið til þess að vefþjónustu það er verið hérna, já þetta skila núna kategórium og skila fylki og svo kemur bara hérna krafa það að bæta við þetta þegar það er búið að fjölga þessum kategórium að þá þurfum þau að fara að breyta úr því að vera fylki yfir að vera object í staðan fyrir að segja, já ok, ég byrjaði að útfæra þetta þannig að ég bara skila object og það er kategórís data eða eitthvað sem er fylki. Ég veit ekki hvað getur komið í framtíðinni en þá allavega get ég bara farið hérna inn og bætt við þessu. Þá get ég ekki brotið viðmótið í vefþjónustunni. Það er síðan annað sem er svona oft á tíðum eitthvað sem kemur upp á að við erum búin að setja þetta upp út, við erum með app sem að nota þessa vefþjónustu og appið það er oft erfiðar að gefa út app en vefi af því að þið þurfa að fara ekki inn með eitthvað review og það þarf að gefa út á eitthvað app store og eitthvað. Þannig að það er fólk sem er með einhverja útgáfu á appinu og ef ég breyti þessar vefþjónustu í það að hætta að skila fylki og byrja að skila object þá myndi bara öll köllin hjá appinu bara brotna. Af því að það veit ekkert að það er búið að breyta þessu skema. Það veit ekkert að það er komið ný uppfærsla af því að notandinn þarf að fara og uppfæra. Notandinn bara búin að slökkva á sjálfvirkum uppfærslum eða eitthvað annað sem kemur til. Þannig að það er líka að hugsa hvernig get ég búið til vefþjónustu sem getur verið svona backwards compatible sem getur verið þannig að hún virkir núna en svo geti eitthvað breyst í framtíðinni og ég væri aðlagaður eða svona tilbúin fyrir breytingarnar. Ok, svo get ég sett inn að limit 1 og þá fæ ég bara 1. Ég segi offset 1 og þá fæ ég næsta, offset 4 og þá fæ ég ekkert af því ég er komin út fyrir gluggan, offset 3 þá fæ ég þetta. Þannig get ég stýrt í raun stærðin á glugganum og hver mikið hérna, hversu mikið offset það er.
En þá kemur aftur spurning hérna, ok, hvað með þetta hérna? Hvað þurfum við að hafa í huga hér? Þá erum við komin á nákvæmlega saman stað með portið. Hvað ef ég sendi bara hvað ef ég hefði ekki hugsað út í það að einhver hefði kjánast til þess að senda ekki heiltölu? Hvernig hefði forritið brotnað? Ég veit það ekki, ef maður er ekki búinn að spá í því, þá bara getur það verið alls konar. Hvað ef ég get sendt bara handritið að hérna, B-movie hérna inn? Hvað gerist? Krassa serverinn? Þannig að þetta allt svona í fullkomnum heimi, það myndi allir bara gera þetta rétt og enginn senda neitt vitlaust, en hvað ef? Og þá það þannig, ok, ég ætla ekki að týna mér í því að fara að hugsa alla möguleikana, ég ætla bara að gera eitthvað hérna sem að þetta hérna notar SOT, segir bara það eitthvað default limit, við segjum það bara það 10 og það 0 default offsetið og svo hérna bara eitthvað skema hérna sem segir þetta mætti líka vera með eitthvað max. Þetta segir taktu það sem kemur inn, koersaði það sem að ef það kemur inn strengur eða boolean, reynda að koersa það yfir í næsta sem skilgreint sem number, passaði það sé heiltala, passaði hún sé jákvæð og passaði hún sé ekki stærri en eitthvað limit max. Og þá getur það verið að ég get ekki fengi allan gagnagrunninn bara með því að gera eitthvað svona. Sem geti þá þýtt að ég myndi taka allt í minni og hugsa myndi serverinn krassa. Og ef þú lætur eitthvað krassa, þá ertu komið einhverja leið til þess að stýra því hvernig eitthvað hegða sér. Geti það valdið einhverjum öðrum vandræðum. Hérna mætti hugsanlega, þetta ætti líka að vera positive og þetta ætti líka að vera líklegast eitthvað offset max. Og þá bara hérna, hérna bara einhverju fastar, þannig ég get bara farið hérna og sagt offset max og ef ég myndi einhvern veginn vilja færa þetta yfir í eitthvað config eða environment eða whatever þá ég með hérna alltaf fastana. Þetta aftur bara svona, já, ef þú ert með einhverja fasta þá aftur gott að henda með einhverja möppu sem eða skrá sem bara eitthvað með föstum. Með að gera þetta ég óbeint búinn að hámarka hversu marga kategóriur þetta búa til að því ég get aldrei fengið meira þá en 100 offsetað með 100, þannig ég get aldrei verið meira en 1000 kategóriur. Nei, 10.000 kategóriur. Það er bara eitthvað ákvörðun. Þannig að þetta bara hérna. Hugsum þetta. Hugsum hvernig þetta kemur inn. Get ég leyst þetta síðan almennt. Þannig að hérna bara búið að leysa þetta svolítið almennt. Að ég get fengið þetta hérna inn. Ég geri hérna parse. Þetta kastar villu. En ef ég kasta villu þá það bara eitthvað mér alveg sami. Ég ætla ekki að logga það ef einhverjur er að reyna að brjóta þetta með því að banka þetta með einhverjum vitlausum gildum. Ég ætla bara að skila villu í hausinn á notandanum. Og það ger ég þá með því að segja hérna í þessu að ef þetta er falsy, þetta er null, þá segir ég bara invalid limit or offset. Og 400 villa. Svo reynir ég að sækja gögnin og þá er ég búinn að fela það hérna í einhverju öðru falli sem að skaffa mér þessum kategórium. Ef það er í lagi, þá ætla ég, ef það er ekki í lagi, þá ætla ég að senda villa við að sækja kategóriur, ég ætla ekki að segja þetta meira en það, 500 villa. Annars ætla ég bara að senda eitthvað value hérna. Þannig þá kemur hérna smá svona flækja sem er samt góð ástæða fyrir að mér finnst. Þetta ég ætla að búa til hérna einhvern kategóris DB client og hann ætlar að taka inn Prisma client og einhvern logger. Ef við skoðum þennan kategóris client hérna, þá implementar hann eitthvað ákveðið interface. Og þetta interface er skilgreint í TypeScript, en er bara mjög svipað því sem er í Java. Og ég er að búa til interface til þess að ég geti í raun sagt, þetta er viðmótið sem ég er að fara að nota. Útfærslan á því er síðan annar handleggur. Útfærslan eins og ég er með hann í þessu forriti er að nota Prisma. Svo er ég með aðra útfærslu sem að myndi nota Postgres beint með einhverjum queryum, eða SQLite, eða statísgögn, eða hvað sem er.
og það skiptir engu máli svo lengi sem að þetta interface er útfyllt. Og þá við það að búa til forritið, þá komið ljós, ok, get categories, það tekur eitthvað svona limit offset sem að encapsulator þetta limit og offset. Það er síðan promise, af því að þetta er asynchronous aðgerð. En svo kemur hérna, já, ok, ég vil samt einhvern veginn geta verið með result sem gefur mig til kynna hvort það hafi gengið eða ekki. Ég vil ekki vera með try-cuts, af því það væri bara try-cuts út allt. Mér finnst það bara fyrir mér. Þannig ég ætla að segja hérna, það skilar mér annarkvort því að þetta gekk og þá fæ ég eitthvað oak value hérna, eða það gekk ekki og þá fæ ég eitthvað error value. Síðan er ég hérna, já, ok, þetta þarf líka að geta verið paginated. Þannig þá ætla ég að segja að þetta skilar eitthvað abstrakt típu, paginated, sem tekur inn einhverja típu T og segir að data fyrir hana er fylgi af T og svo er ég með total, limit og offset sem eru tölur. Og ég er með þetta sem svona abstrakt af því að þegar ég síðan gerði hinn-gaurinn hérna fyrir spurningarnar að þá er bara nákvæmlega sama verkefni sem að ég lendi í og þá get ég búið til sömu lausn á báðum verkefnunum með því að búið til þessar abstrakt típur. Já, þannig að hérna er question og hérna er category. En þá verður þetta svolítið svona, þetta er abstrakt, þetta er interface promise og típan result sem tekur síðan inn típuna paginated sem tekur, þannig að þetta er orðið svolítið mikið af að lesa. En þetta er til þess að búa til í raun almenna lausn, búa til almennt interface sem að þetta hérna notar til þess að kalla í. Og svo lengi sem ég gefi þessu einhverja útfærslu sem útfyllir þetta interface, þá get ég notað þetta. En það þarf alls ekkert að gera þetta í öllum verkefnum. En ég er bara að gera þetta þarna þegar þetta svona snertir á svona típum sem er bara almenn abstrakt típa og hún er til þess að geta fengið bara eitthvað svona almennt paginated svar. Result típan hérna sem er þetta discriminated union, það er að segja ég er með union sem að ég get út frá einhverju signali, þessari oak property hérna, þá veit ég alltaf hvort ég er með value eða error. Þetta er eingöngu true ef þetta gekk. Þetta er eingöngu false ef þetta gekk ekki. Þannig að discriminatorinn er ok breytan hérna. Og svo erum við með interface og við erum með type og svo erum við að lokum hérna eitthvað branded type. Þannig að í þessari sýnulausn er svona að sýna svona flest það sem að við myndum sjá í TypeScript ef þið eru að fara að vinna með það. Og svona discriminated union er low-key uppáhaldið mitt í TypeScript og í typing system að nota. Það er svo að gera verkum að maður getur búið til svo skemmtileg interface sem að segja að þetta er ein típa en hún er samt með nokkra möguleika sem er alltaf bara nákvæmir. Og það er það sem típukerfi gera fyrir okkur, er að skilgreina nákvæmlega hvernig eitthvað virkar. Þetta er farið að taka smá tíma hérna hjá mér, þannig að ég ætla svo sem ekki að fara neitt dýpra í þetta, ég bara, ef þið viljið skoða þetta aðeins, að þá er þetta góð lausn til að skoða hvernig TypeScript getur virkað og hvernig þið getur, hvernig svona, ég setti þetta upp eins og ég myndi bara setja upp API ef ég var að vinna hann bara almennt. Þannig að ég er svona, ég myndi eða aðeins meiri tími að fínpúsa ef hann ætti að fara í production, en hann er svona 90-95% eins og ég væri bara sáttu við að setja þetta út. Og þá getum við síðan farið hérna og hér, fyrir þetta, að nú ætla ég að uppfylla þetta, þannig að ég ætla að taka við einhverjum categories og þá er ég með þetta limit offset hérna og þá nota ég bara Prisma-klientinn. Prisma-klientinn getur tekið við þessu take og skip, það mappast bara önnur heiti yfir þessi concept limit og offset. Ég set try-cuts utan þetta, af því ég vil að þetta hérna þrói aldrei og þá kemur þetta aftur í það sem við tölum í öðrum eða þriðja fyrirlestri, að ég vil út af því að þetta hérna getur þróað, þetta er eitthvað sem ég er að nota, þetta er generated clientinn frá Prisma, hann getur þróað, ég stýr ekki þessum kóða, en þetta er boundaryið mitt við gagnagrunninn, þetta setur try-cutsið mitt. Ef ég verð með try-cutsið mitt í rátinu, þá er ég komið með eitt skref frá það sem þetta getur gerst, þannig ég vil grípa villuna eins nálægt í það sem getur gerst og hægt er. Og ef það kemur upp villa, þá logga ég hana hérna með einhverjum logger
hann getur verið bara, hann getur skrifað eitthvað í einhvern logging gagnagrunn eða logging þjónustu eða bara í konsól. Ég veit það ekki, en þá aftur, ég fæ bara inn einhvern logger, hann með log error og ég veit ekkert, þessi hérna útfærsla veit ekkert hvort að það sé, hvað að fara að gerast, hún veit bara að hún loggar einhvern veginn. Síðan það bara útfærsluatriði, hvernig loggar ég sendi þetta inn. Þannig hérna erum við með þetta dependency injection. Ég að taka þetta, ég að injecta þessum dependencyum. Ég ekki að segja í konstruktunum hérna new Prisma client. Þegar hvað það kemur sinni ljós, ég þarf að geta sett inn einhverjar stillingar í hann. Þá þarf ég að fara að rífa þetta dependency eða breyta því hérna. Ef ég dreg bara dependency upp tréð, eins og hátt á ég get, sem þá hingað, ég geti jafnvel dregið það yfir í index hérna, þá ef ég myndi þurfa að setja eitthvað inn, þá get ég gert það hérna. Hérna kemur inn einhver stillingar á þessu. Eru það stillingar sem ætti að koma úr ennvinnu eða einhverjum annan stað frá? Ég veit það ekki, en allavega með því að hafa þetta hérna, þá ég búinn að gera ráð fyrir því að ég geti tekið þetta og breytt þessu og injecta þessu síðan inn. Þannig ég er bara að hérna skilja eftir útfærsluna mína þannig hún sé eins opin og ég sé fyrir á þessum tímapunkti án þess að tapa mér í því að hugsa allt. Ég þarf ekki að leysa allt. En ég get allavega haft svona einhvern sveigjanleika í þessu. Þetta er ekki svona, þetta er ekki hérna, þetta brotnar ekki bara við það að eitthvað kemur upp á. Og svo bý ég bara til eitthvað response hérna, þannig að þá getur sagt hérna, nú ætla ég að búa þetta til. Ég veit að þetta á að skila þessu paginated af þessari típu, þá setja ég þetta upp hérna og þá sé ég hérna, ok, total categories, það hérna og allt passar. Þannig að ef ég ger einhver mistök hérna, þá segir TypeScript mér, þú ert ekki að gera þetta rétt. Þannig að núna er ég ekki að fara að skila réttu hér, þegar þetta er vitlaust og þetta mun ekki síðan compila. Og svo er þetta bara áframhald hér, áframhald, eins og við tölum með þessum, hei, hvað ef sluggið er vitlaust eða eitthvað invalid? Það bjóði til eitthvað hérna validate slug. Og það segir bara, aftur, ég nota eitthvað SOT skema fyrir það. Slug verður að vera strengur á bilinu 3 til 255 stafir. Og ef hann er það, þá er hérna seinasta sem ég ætla að segja, þannig tökum við okkur smá pásu, er að slug er þess að branded type. Þannig ég segi að slug er strengur, en hann er strengur sem er actually slug strengur. Þannig að ég er að reyna að búa til típu sem er þannig að ef hann er búinn að fara í gegnum eitthvað validation, þá veit ég að þetta er primitive típa af þessari gerð. Þetta er strengur sem er ID í kerfinu mínu. Þetta er dagsetning sem er í framtíðinni. Þetta er dagsetning sem er í fortíðinni. Þannig ég get sett svona brand á hana. Þetta er bara svo að, kemur náttúrulega ekki frá fallegum stað, en hérna, að merkja dýr. Að ég segi að þetta sé branded type og þá veit ég að þetta er strengur, en hvernig strengur. Og þá get ég sagt í kallinu mínu hérna, þetta tekur við slug og ef ég sendi þessu bara einhvern streng sem er ekki búið að sannreyna að sé slug, að þá fæ ég villu. Af því að strengur er ekki slug, af því að hann er ekki með þetta brand dæmi hérna. Þannig að ég setti þetta líka í comment bara, sem þið getið skoða nánar um þetta. Svona branded type pælingar. En alveg seinasta, svo er hérna stuðningur í Hono til þess að nota SOT validator beint inn í kallinu og ég er að nýta það hérna, þar sem ég segi bara hérna á komin JSON, það á að fylgja þessu hérna skema og ef að það er valid þá komst ég í raun hingað, annars fæ ég villu frá SOT. Þannig að ég fyrir hérna, við erum að búa til eitthvað svona og þá fæ ég villuna hérna, success false og svo fæ ég villuna sem að komi upp. Ég myndi hugsanlega, ef ég væri að gera þetta, þá myndi ég vilja fela það að ég væri að nota SOT. Ég myndi hugsanlega vilja
vinsa eitthvað út úr þessu, en hvað á ég að gera? Það er, ég dró línuna þannig í sandinn. Herri, þannig að svona taka okkur pásu núna, byrja aftur svona 4 og þá skulum við halda áfram með React.